Halló og við erum velkomin loksins í nýtt myndband. Sorry hvað er orðið ótrúlega langt síðan að ég gerði myndband. Það hefur bara verið brjálæði að gera og ég hef einhvern veginn ekki haft innblásturinn í það að koma og setjast niður og taka upp og eitthvað. Og líka af því að ég er búin að vera svo dugleg inn á Snapchat að sýna farðanir og bara spjalla. Þannig að ef að þið saknið þess að sjá mig á YouTube, þá getið þið alltaf addað mér á Snapchat og þar er ég alltaf eitthvað að bladra og sýna. Þannig að já, í dag ætla ég að fara yfir mínar uppáhalds ódýru vörur eða drugstore vörur. Ég er með svona nokkuð mikið af dóti. Ég ætla bara að henda mér í þetta núna og við byrjum á húðinni. Ok, fyrst er ég með 2 primera. Fyrst er það þessi hér. Þetta er 5 Sec Blur primerinn frá Garnier sem er til í pretty much allstaðar. Þessi finnst mér vera rosalega líkur Professional frá Benefit. Þetta er svona sá sem fyllir í allar sveitahólur og gerir mann svona nokkuð lítalausan. Það er að nota til dæmis einn á séri eða þá undir make-up. Síðan er það Angel Well primerinn frá NYX en hann fyllir ekki upp í eða neitt svoleiðis. Hann bara svona gerir húðina tilbúna fyrir make og heldur öllu á lengur. Mér finnst það mjög góður í það. Farðar. Ég er með 3 farða hérna og við byrjum á þurri húð. Þessi er svona fyrir þurra upp í blandað húð og það er þessi hér, Bourjois Healthy Mix Serum. Hann er léttur og þægilegur á húðinni og hérna gefur svona alveg ágætis þekju. Mér finnst þessi mjög góður, þessi er minn svona uppáhalds frá ódýrum merkjum. Síðan er það meira svona bara blönduð húð, kannski meira upp í oily og það er hinn sívinsali Too Much frá L'Oreal. Þessi gefur bara góða, eða svona miðlungsþekju, ekki matt en ekki glansandi og ég segi alltaf bara að þetta sé svona basic farði. Ef þið vantar bara eitthvað basic ágætis farða, þá er þetta góð leið til að fara og það er til fullt af litum á honum. Þetta eru bandarísku umbúðirnar, það er aðeins öðruvísi þær sem eru seldar hér. En já, Too Much stendur alltaf fyrir sínu. Síðan er það nýjasti í safninu mínu og það er L'Oreal Infallible Pro Matte eða hvað veist, lítur svona út. Þessi er fyrir þá sem eru með kannski blandaðu upp í mjög feita húð. Hann er mjög mattur á húðinni, endist allan daginn og gefur mjög góða þekju, þannig að hann er algjör snilld. Ég nota hann mikið í sumar þegar ég veit að ég þarf að vera máluð bara allan daginn því hann helst rosalega vel á og hann minnir mig svona smá á Estée Lauder Double Wear nema hann er mattari. Þessi er æði. Næst eru það hyljarar og ég viðurkenni að ég er ekkert búin að vera dugleg að prófa hyljara svona frá ódýrum merkjum þar sem að ég hef alltaf bara yfirleitt svona haldið mig við Pro Longwear en ég er hérna með Fit Me hyljaran frá Maybelline sem mér finnst rosalega góður. Hann er með létta til miðlungsþekju, þægilegt að hann sé í svona dóti og já, þetta er bara þægilegur og eins og ég segi, bara basic hyljari. Hann hylur það sem þarf að hylja, mér finnst hann betur undir augun heldur en á bólur og já, hann er ekki til á Íslandi en ég mun linka fyrir neðan hvar þú getur fengið hann sendin til Íslands fyrir slik. Næstu hyljarar hafa svo sannarlega slegið í gegn en þeim er alltaf líkt við Pro Longwear hyljaran einmitt frá MAC og það er þessi hérna Pro Conceal frá LA Girl. Mér finnst þeir kannski ekki alveg eins og Pro Longwear frá MAC. Þeir eru svolítið þurrari en þeir gefa samt góða þekju, endast vel á húðinni og bara all in all mjög góðir hyljarar. Pakningarnar eru bara svona plasttúpa og það er svona busti. Liturinn sem að hentar mér er Porcelain. Það er ljósasti svona guli liturinn og já, bara mjög góðir hyljarar. Púður. Enn og aftur þá hef ég ekki verið neitt brjálæðislega dugleg að pröfa púður frá ódýrum merkjum. En eitt sem hefur alltaf staðið við sitt er eitt frá Rimmel, lítur svona út. Lokið er drullu skítugt. En þetta er Stay Matte púðrið í transparent litnum sem er bara ekki neitt litur, sést ekki á húðinni. Þetta er bara rosalega gott setting púður, létt á húðinni, heldur öll á sínum stað. Þetta er hræódýrt og það virkar þannig að já, very nice. Næst eru það sólarpúður og svoleiðis. Fyrst er ég hérna með Sleek Contour kitið. Veit ekki hvort það líti ennþá svona út en ég á það allan og svona. Þetta er svona, ég er með litinn Light. Þetta er rosa fallegur highlight og þetta er mjög fallegur
skyggingalitur. Ég nota hann meira sem sólarpúður af því hann er frekar hlýr. En þetta er æðislegt kit og kostar ekki mikið. Ég held að sé til á haustfjörð.is. Síðan er ég með hérna eitt sem er ekki til á Íslandi en ég keypti í Target úti. Þetta er krem bronzer frá Sonia Kashuk og ég þurfti bara að hafa hann hérna í þessu myndbandi af því að ef þið eru að fara út þá mæli ég með að næla ykkur í. Þetta er algjör snilld fyrir til dæmis þær sem eru mjög ljósar eins og ég. Þannig að stundum þegar þú setur make á þig sem er í alveg þínu lit þá verður það bara eins og draugur. Það er ekki alltaf það sem maður vill. Þá finnst mér svona krem bronzerar koma á góðum nótum bara til að hlýja upp aðeins andlitið. Og formúlan þessi er bara dásamleg. Þetta er bara einstaklega góð vara og ég er mjög ánægð að ég greip þetta leiðin út. Og síðast en alls ekki síst er þessi hérna Morphe paletta. Lítur svona út. Þetta er sem sagt skyggingpalettan. Aldrei hélt ég myndi fíla þessa palettu en ég gerði það. Mér finnst þessi hérna æði undir augun. Mér finnst þessi æði í sólarpúður og síðan finnst mér þessi hérna litur rosalega góð til að skyggja. Þannig að þetta er bara rosalega góð paletta, hún kostar ekki mikið, fær helling af vöru fyrir peningin. Þeir eru bara mjög góðir. Kinnalitir. Það eru fullt af kinnalitum sem ég held upp á frá ódýrari merkjum en ég ákvað bara að fjalla eina tegund. Þeir sem ég er að tala eru bökuðu kinnalitinir frá Milani. Líta svona út og ég er nokkuð viss allir viti hvaða lit ég er að fara að mæla mest með. Luminoso. Þetta er minn uppáhalds kinnalitur í alheiminum. Hann er fullkominn, hann fer öllum vel, hann fer öllum förðunum vel. Ég er fallegan ljóma og það er ekki glimmer í honum, bara ljómi. Og hann er bara gullfallegur, hann er fullkominn. Þannig ef að þig langar í eitthvað kynnalit og ert ekki viss hvað að kaupa, keyptu þennan, þú myndi ekki sjá eftir. Mér finnst líka þessi hérna berja Mori, hann verður svolítið fallegur. Hann er svona meira dökkur berja. Svo er það líka til mattir litir og þetta er til dæmis Delicious og Pink, hann er mjög fallegur. Þannig já, þetta eru snilldar kinnalitir og bara þeir klikka ekki. Augabrúnir, ég er bara með eina vöru hérna, þar sem yfirleitt stend ég bara með Anastasia Browies. Ég notaði þetta alveg í heilt ár eða eitthvað án í fann loksins Browies. Og þetta er eyebrow kitið frá Elf og það lítur svona út, hérna er bara púður eða augnskuggi og þetta hér er svona litað gel eins og þið sjáum komin botninn. Þetta er litnum medium sem ég nota á sjálfa mig og þetta er rosalega góð vara. Ég nota ekki augnskuggan, mér finnst hann fyrstulega bara furðulegur litinn og já. Ég nota bara gelið á skáskonum bust og greiði í gegnum og bara, mér finnst það bara mjög góð vara. Hún virkar vel og meina ég held að þetta kosti 1000 kall, þannig að já, lítur svona út og grótt á. Ok, augnskuggar og allt því líkt. Byrja á svona grunnum eða augnblýöntum og fyrst er ég með þessa hérna frá Milani. Þetta eru svona jumbo pencils sem eru mjög góðir sem grunnur undir augnskugga eða þá sem eyeliner. Ég nota líka stundum bara einn og sér því að þá er þetta bara svona léttur litur yfir augnlokin. Þeir haldast lengi á augnlokunum og koma í fallegum litum, það er auðvelt að blanda þeim út. Þetta er uppáhaldið mitt, Brown Deluxe. Það er svona kopar, súkkulaði, brún, ég kann ekki að útskýra. Svarti er líka mjög góður, ég hef notað hann í alveg kolbikasvart smoking eins og þið sjáum þetta mjög svartur. En síðan er líka Café au Lait, mjög góður, það er svona mattur, kaldur brún. Þessir eru algjör snilld, mælum með þeim. Síðan er það eitthvað sem allir tala og það er Color Tattooing frá Maybelline. Ég á 3 og uppáhaldið mitt er liturinn sem auðvitað er ekki til á Íslandi. Það er Pomegranate Punk sem er bara svona cranberry litur. Þessi er gullfallegur og hann endist á augnlokunum. Bara endalaust, það getur verið þarna í mánuð. Og hinni litirnir eru Permanent Taupe og Barely Branded. Þetta er bara svona skampavínslitur. Þeir eru bara rosalega góður sem grunnur undir augnskugga eða þá bara einir og sér fyrir smá lit og blandast auðvitað, haldast vel á og já, þetta er bara svona svipa og paintpot frá MAC, bara miklu ódýrara. Síðan eru það augnblýantar, Rimmel Scandalise í litnum Nude verður að fá smá shoutout því að ég nota þennan rosalega oft í innri vatnslínu til að birta upp. Hann er svolítið dökkur fyrir mig þar sem ég er mjög ljós, en ef þú ert bara með svona sérstaklega
Það er hér, veit ég hvort það sjást. Ef þú ert bara með venjulegan húðlit eða ekki sem sagt mjög hvít, þá ætti hann að passa fullkomlega, en hann helst ágætlega á vatnslínunni. Og síðan er það uppáhalds linerinn minn í alheiminum, það er NYC Liquid Liner. Þessi er ótrúlega vinsæll og ekki ástæðulausu, hann kostar aldrei $3 sem er 400 kall. Og hann lítur svona út, þetta er bara mjög basic bursti, það er í alveg bursti, þetta er ekki svona eins og túrspinnum. Og hann er vel svartur, auðvelt að nota hann gerir vænginn rosa auðveldan og hann helst vel á og bara all in all mjög góður. Ég á alltaf bakka upp af þessum í skúffunni minni, þó ég noti eiginlega aldrei svona lænuna sjálf mig. En já, mjög góður. Ef þið farið til Bandaríkjanna, eins og ég segi, þá mæli ég með því að taka allan á 2 stykki, því að maður verður sko ekki svikinn. Augnskuggar. Ég er með hérna bara palettur, af því að ég er palettupía. Fyrst eru það augnskuggarnir frá Sleek og ég er hérna með 2 palettur, ég á fleiri en þetta er bara svona, ég kipti bara einhverju út. Líta svona út, það eru bara mjög þægilegri stærð og það koma 12 litir. Þetta er original palettan, hún er mjög falleg. Síðan er með uppáhaldið mitt sem er Sunset, sem er svona hlý og dásamleg. En já, þetta er bara mjög mjúkir og góðir augnskuggar sem blandast auðveldlega og þú veist, þetta eru bara mjög góða palettur fyrir peninginn og veit það ekki, mér finnst pakningarnar æðislegar. Ég veit að það er ekkert margir sem pæli en mér finnst þær bara svo litlar og góðar. Síðan er það alveg mitt uppáhald. Það er frá Morphe aftur. Ég er með 2 palettur frá þeim en þessi hérna er 35 2x sem er bara eins og búinn til fyrir mig, fyrir utan þennan hérna ógeðslega lit. Hver mála sem er svona? Ekki ég. En já, þessir augnskuggar eru bara frábærir, þeir eru mjúkir og góðir og pigmentaðir og já, þetta eru bara yndislegir augnskuggar. Ég held að palettan sé á 5.000 kall eða eitthvað svoleiðis og þú ert að fá 35 augnskugga, þannig að það er nú ekki mikið. Hérna er 35C palettan, hún er svona litrík og skemmtileg en neðstu 2 eru meira neutral. En já, þetta er eins og sjáu þið bara. Þetta er dásamlegt. Mjög gott. Áfram Morphe. Þau eru líka með, ég nenni ekki að segja, en Morphe er líka að selja staka augnskugga. Þeir eru ennþá betri en þeir sem eru hér, en ég ákvað bara að fjalla ekki um það af því ég á svo fáa, ég á bara einhverja 5 eða eitthvað, en þeir eru rosalega góður, það eru til margir lit. Og ef þú varst til dæmis einu af þeim sem langaði Jaclyn Hill palettuna, þá er þetta að kaupa bara litina sem voru í Jaclyn Hill palettinu staka. Þannig já, tjekkið á því. Morphe og Sleek eru með góða augnskugga. Ok, við erum búin að enda þetta og núna ætla ég að tala um varir. Fyrst er það varablýantar og ég held að uppáhaldsvarablýjanturinn minn í heiminum sé fundinn og hann kostar 1000 kall eða minna, ég held að hann sé 790. Það er þessi hér, þetta er Natural frá LA Girl, skrúar hann svona upp og þetta er bara hinn fullkomni nude litur fyrir mig. Finnst hann gullfallegur, ég á þá í fleiri litum og það eru fleiri í honum skúffu. Þessir eru bara mjög þægilegir í notkun, það eru góðir litirnir, þeir endast vel á vörunum og já, bara góðir varablýantar. Ása réðst á þennan þegar ég fékk hann en hann lifði af. LA Girl er svo sannlega með góða varablýanta. En núna er það varalitir. Þetta hér er svona mín drugstore karfa af varalitum. En það eru nokkri sem að ég held mest upp á og við byrjum bara á þessum hérna. Þetta eru Wet n Wild varalitinir. Þeir eru ansi margir hérna ofan í. Ég á þá, ég held að ég eigi alveg 14 eða eitthvað af þeim. En þetta eru sem sagt Möttu Megalast, heitir það ekki? Wet n Wild. Wet n Wild. Stendur ekki, góða pakningar. Þeir eru hræódýrir og til í fullt af litum og það eru mjög margir af litunum sem eru sambærilegir við MAC varaliti eins og Sugar Plum Fairy frá þeim er alveg nákvæmlega eins og MAC Rebel sem er náttúrulega dásamlegt því að MAC Rebel er ótrúlega fallegur litur en það er ekki allir peningar til að reiða það í MAC. En já, pakningar er ekkert til að hrópa húrra yfir en maður lifir það af, ég held að þeir séu $3 eða eitthvað svoleiðis og þeir eru alveg mattir og haldast rosalega lengi á vörunum. Þeir þurrka ekki varirnar en þeir eru alls ekkert að gefa eitthvað svaka góðan raka. En
já, Megalast varalitinni frá Wet n Wild eru dásamlegir. Allir varalitinni frá LA Girl Creme Lipsticks eru líka rosa góðir, bara svona basic varalitir. Þeir eru ekki mattir en þeir eru bara akkurat svona mitt á milli. Þeir eru það sem myndi kallast yfirleitt satin held ég. En þeir eru bara mjúkir og góðir til í aftur trilljón litum. Þetta er rosa svipaðar pakningar og Wet n Wild varalitunum. En já, þeir eru bara rosa góðir. Og ef þið farið inn á Fótía þá eru mínar varir að pósa með alla. Þannig að tjekkja á því. Then er ég með einn hérna frá Rimmel. Þetta er Nude Delight. Einstaklega fallegur núdlitur. Ef þú fer til útlanda þá mæli ég með að pikka hann eða þá kaupa hann á netinu, ég set link fyrir neðan. Þetta er í miklu uppáhaldi, mér finnst hann rosalega fallegur og ég nota hann mjög mikið. En mínir uppáhaldsvaralitir, ódýru varalitir, eru þessir hér. Þetta eru möttu glossarnir frá LA Girl og ég á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liti og ég elska það alla. Uppáhaldi mitt er Obsess sem ég hef talað um þá svolítið oft. Þessi hérna, Obsess, hann er mjög líkur því sem ég er með núna, hann er bara aðeins bleikari. Þeir eru þægilegir á vörunum, þeir verða alveg mattir og haldast rosa lengi á og ásetjarinn er mjög góður, það er mjög auðvelt að ná góður línu og mér finnst maður ekki þurfa varablýant með þeim. Liturinn Dreamy er ótrúlega góður svona núdlitur, hann og Natural varablýanturinn saman eru bara fáránlega góð blanda. En já, þetta eru bara rosa góðir varalitir, endast allan daginn, kosta ekki mikið og eru til í mörgum fallegum litum. Uppáhaldin mín eru Dreamy, sem er svona nude, Obsess og Rebel. Gullfallegir. Love them. Og síðast en alls ekki síst ætla ég að tala um glossa. Ég nota glossa ekkert svakalega oft en ef ég geri það þá er það annarkvort einn frá MAC eða þá þessir hér frá Maybelline. Þetta eru Color Elixirs, koma í svona litlum dúllulegum pakningum. Svona góð lykt af þeim. Þeir gefa bara svona léttan og fallegan lit sem er ekki klístraður. Þannig að ef ég vil smá gloss þá vel ég yfirleitt þennan hér sem er Petal Plus. Petal Plus. Eða þá Nude Illusion sem er svona rosa fallegur nude. Þeir eru bara rosalega góðir glossar, ekki klístraðir sem að er algjört must hjá mér, ég get ekki klístraða glossa. Já. En já, þetta eru allar mínar uppáhaldsvörur, ódýru vörur, drugstore vörur. Ég vona að ég hafi ekki farið of hratt yfir þetta. Ég bara nennti ekki að vera að taka upp í marga klukktíma. Flestar vörunar hef ég nú talað um á blogginu þannig ég mun skilja eftir færslur fyrir neðan ásamt lista augljóslega yfir alla vörurnar sem ég talaði um og ef það er ekkert að kaupa það á Íslandi þá mun ég skrifa fyrir neðan hvar þú getur keypt það. Og já, ég held að sé ekki meira. Addi mér á Snapchat, followið mig á Instagram, likeið mig á Facebook og subscribeið hérna. Ég er alveg að fara að ná 2000 subscriber sem er ansi klikkað því að ég er svo löt að gera myndbönd og ég skil ekki af hverju ég nenni að subscriba en takk fyrir það. Og þegar ég næ 2000 hérna þá mun ég gera eitthvað fánulega skemmtilegt. Þannig að já, takk fyrir að fylgjast með og við sjáumst í næsta myndbandi.